Komið að sæl og blessuð, þið sem eru hér í salnum og þið sem eru þarna úti og takið þátt í þessu með því að hlusta og horfa og njóta. Hans Kristján Guðmundsson heiti ég eins og mörgum ykkar kunnugt. Hér til að byrja með nokkur orð að slökkva á farsímum. Við höfum reyndar verið með svona grímuskyldu því hérna verður að hlýða því eins og ykkur þykir best. Við hlýðum í þið og þeim öllum það ekki. Þið sem heima sittir getið haft grímur ef þið viljið. Við hérna lítum ekki eftir því. Við byrjum ykkur að fara hljóðlega ef þið þurfið að standa upp og fara á salerni eða yfirgefa salinn með einhverju móti. Minna ykkur á að þeir sem eru að horfa á Zoom-vettvangnum að þeir geta sent inn spurningar. Við verðum með spurningar í lokin á öllu saman. Þeir sem horfa á Zoom, þeir eru með takka neðst á skjánum sem heitir Q-A, Questions and Answers, og ykkur guðvelkomin að senda inn spurningar eða athugasemdir með því hvenær sem og þá getum við skoða það þegar öllu lýkur og ef við getum svarað því þá svarum við því. En það sem við ætlum að gera hér í dag að kynna niðurstöður, svona bráðabirgða niðurstöður skulum við kalla það, heimverkefnisins. Heim stendur fyrir Heritage in Motion og við höfum kallað þetta á íslensku leiðir að menningararfinum. Og eins og þið örugglega vitið að þá þetta evrópskt samstarf styrkt af Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins og við erum í samstarfi við Spánverja, Pólverja og Króata í Alicante, Varsjá og Zagreb og verkefnin stýrt af háskólanum í Alicante á Spáni. Verkefnið hófst í nóvember 2018 og átti að ljúka í næsta mánuði. COVID kom hins vegar í veg fyrir það og við fengum 3 mánaða framlengingu á verkefninu þannig að verkefninu lýkur ekki fyrir 31. janúar 2021. Verkefnismarkmiðin eru í rauninni að vera með svona nýstárlega, nýskapandi fullorðinsfræðslu með áherslu á virka öldrun með hreyfingu og nýtingu nútíma snjalltækni sem ákveðið lykilorð í þessu samhengi hjá okkur. Og menningararfurinn leiðir að honum á notkun snjalltækja til þess að hanna á miðla slíkum leiðum á fróðleikum þær var það sem við ætluðum okkur. Og meðal markmiða að fólk á efri árum læri slíka tækni, noti hana til að miðla reynslu sinni menningararfinn og verði túlkendur hans eins og við höfum sagt í verkefninu. Þið hafið fengið senda með fundabóðinu áfangaskýrslu þennan verkþátt sem við ætlum að segja ykkur frá í dag leiðirnar og ég ætla að koma inn á þessa skýrslu á eftir. Eftir greiningar og rannsóknir með aðstoð verkefnisteymis og sérfræðinga ráðs og ráðgjafar þar þá héldum við námskeið menningararfinn og túlkun hans í haust, á haustmánuðum 2019. Og þar var sérstök áhersla lögð á snjalltæknina með Wikiloc, snjallforritinu, smáforritinu eða appinu Wikiloc. Verkþátturinn sem við erum núna að segja ykkur frá, rannsókn og þróun leiða, hafa verið unnin á fyrri hluta þessa árs og 5 teymi hafa þar af mikilli eljusemi eftir að hafa tekið þátt í námskeiðinu, flest þeirra, unnið við að hanna, kortleggja og lýsa hvert sinni leið á höfuðborgarsvæðinu. Og það efni þessara kynningar
Og ég sjálfur, Ingibjörg Rannveig Guðlustóttir og Einar Skúlason héldum utanum og skipulögðum þennan þátt. Og Ingibjörg og Einar koma hér á eftir og segja ykkur frá. Þessar 5 íslensku leiðir eru frágengnar og þær eru birtar á vef Wikiloc. Og skýrslan sem til bæði á íslensku og ensku, þið hafið fengið hana, íslensku versjónina, og hún líka aðgengileg öllum á Facebook-síðu Udrýra. Og þar að finna lýsingar á leiðum, þar að finna sérstök leiðaspjöld á einni síðu sem lýsa hverri leið og slóðir á hverja leið, bæði á ensku og íslensku. Það eru sem sagt ekki bara 5 leiðir, heldur 10 leiðir sem eru aðgengilegar á Wikiloc, 5 á ensku og 5 á íslensku. 2 leiðir eins í hverju tilviki. Og svo í þessari skýrslu líka slóðir á leiðir samstarfsaðilana í Varsjá, Zagreb og Alicante, sem allar eru mjög áhugaverðar og vel hægt að nýta sér þær við heimsókn á þessa staði. Ég beini þið til Íslendinga á Alicante að það heilmikið, svo mikið af Íslendingu þar að þetta eru flotta leiðir í kringum Alicante. Og ekki síður í Varsjá, í Zagreb, var málið afskaplega magnað. Það var ekki bara COVID sem kom þar upp, heldur var mikill jarðskjálfti í Zagreb, þið munið kannski eftir því í fréttum, hvort það var í mars, eða ég held að það var í mars frekar en apríl. Og það þýddi það að leiðirnar eða menningararfurinn sem þessir hópar í Zagreb voru búin að ákveða, taka myndir og allt, þær eru bara ekki til lengur, þær eru bara rústir. Þannig að þetta er í rauninni svolítið magnað. Víddin í þessum leiðum sem allir voru ásáttir var að það tengdist manni og náttúru, samskiptum manns við náttúru. Og þarna má segja að náttúran hafi kannski haft einum of sterk áhrif á þau í Zagreb. En þau hafa klórað sig vel út úr þessu og eru með leiðir og myndir af hlutum sem ekki eru til ennþá, en þetta fylgir sögunni ef þið farið inn á vefinn. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en bjóða Einar Skúlason velkominn að segja frá Wikiloc appinu og því hvernig farið var að því að hanna og skrá þessar leiðir. Síðan munu teymin 5 koma hér og segja hvert frá sinni leið og lokum ætlar Ingibjörg Rannveig Guðlustóttir að fjalla niðurstöður skoðanakannana í lok verkþáttarins og endurtek að spurningar eru velkomnar en þær verður ekki svara fyrir í restina. Þá gef ég Einari Skúlasyni orðið. Gjörðu svo vel. Ég nota þennan takka. Já. Góðan daginn. Gaman að sjá svona góða mætingu miðað við aðstæður. En ég heiti Einar Skúlason og ég kom að þessu verkefni svona var kallaður inn sem sérfræðingur og byrjaði sem þátttakandi í sérfræðingaráðinu og svo þróaðist það þannig að ég var sérstakur ráðgjafi og leiðbeindi á námskeiði sem var haldið fyrir teymin og hjálpaði síðan teymunum að komast til hafnar eða til lands með leiðirnar sínar. Ég ætla svona aðeins að fara yfir þetta. Og ég gríp niður bara það sem við héldum námskeið þessa tækni, þetta smáforrit sem heitir Wikiloc. Og þetta raunar ekki aðeins smáforrit fyrir síma, þetta líka vefsíða. Hún byrjaði sem vefsíða upphaflega. Var svona skráarskipti síða, þar sem að menn gátu hlaðið inn GPS-ferlum og þá gátu aðrir farið inn á þessa vefsíðu og náð í ferlana. Svo þegar snjallsímatæknin kom til sögunar, þá var forritað sérstakt app eða smáforrit fyrir síma og nú hægt að nýta leiðirnar sem inn á Wikiloc og fylgja þeim með hjálp símans.
Og að auki hægt að nota símann til þess að búa til nýjar leiðir og það var það sem við einbeittum okkur á námskeiðinu. Menn byrjuðu þetta á því að hlaða niður Wikiloc í símann og svona átta sig á þessu og þetta snýst það að hlaða þau niður, fara út og þarf að gera þetta utandyra svo að síminn nemi merkin frá gervinettinum og geti þá staðsett sig. Svo gengum maður af stað og að vissum fresti, ég man ekki hvort það 30 sekúndna fresti, þá nær síminn í hnit. Og svo gengum maður lengra og síminn safnar þá smá saman þessum hnitum. Og úr verður leið með það saman safnað þessum punktum og þá til leið á milli punktana. Ég útskýri þetta fyrir hópum og fyrir teimunum og svo var fjallað efnistök og Hans kom aðeins inn á það að það þurfti að fjalla menningararfinn annars vegar og svo þurfti að koma inn á einhvers konar tengsl við Evrópu. Það var áskilið að í leiðunum þá væri einhver tengsl við Evrópu. Og við fjöllum það og ég kem að því á eftir en ég ákveðna reynslu af því að skrifa texta inn í svona leiðsagnaröpp og reynda að miðla því af því að það er mikilvægt að textin sé meitlaður, það sé ekki mikla málaleggingar og það er mikilvægt að koma þessu svolítið skýrt á framfæri og nota myndefni. Og við byrjum á heimaverkefnum þar sem að fólk þáttakendur fóru og prófuðu sig áfram og svo kom að því að heimfæra markmiðin með verkefninu inn á tengja við námskeiðið. Og það er nefnilega þannig að þið sjáu þá eftir að þegar að hnitin eru sett, þegar þið eru einhvers staðar úti í náttúrunni að hnitsetja, þá er hægt að setja inn áningarstaði. Það skiptir mjög miklu máli í verkefninu. Af því að í áningarstöðunum, þar er fróðleikurinn, þar er umfjöllunin. Þannig að við sjáum það betur á eftir í kynningunum frá teimunum. En það mikilvægasta í þessu var að allir ráku sig þegar þeir voru að prófa sig áfram, það ráku þeir sig á og gerðu mistök og þess háttar og það er líka mjög mikilvægt. Sérstaklega þegar fólk er að tileinka sér nýja tækni, það er að gera hlutina og gera mistökin. Það er langbesti lærdómur að gera mistökin og byrja kannski aftur upp á nýtt og gera hlutina aftur og aftur. Og niðurstaðan fannst mér eftir námskeiðið var að allir geta lært þessa tækni. Geta allir gert það með því að prófa sig áfram og gera þessi mistök. En auðvitað tekur það misjafnlega langan tíma fyrir fólk að tileinka sér það með góðum hætti. Sumir eru, það má segja, tæknilæsari heldur en aðrir. Það er bara einstaklingsbundið. Það er ekki, ég myndi ekki segja að það veri aldurstengt eða kynbundið. Þetta er bara einstaklingsbundið. En hinir geta lært það, þau eru bara aðeins meiri tíma og meiri vinnu og þess háttar. Og varðandi leiðirnar sjálfar, þá var farið yfir það hvað þyrfti að koma fram í hverri leið. Og eins og ég sagði áðan, þá var þessir áningarstaðir á leiðinni og svo er það inngangur. Og í inngangi þá var lögð áhersla á að fjalla aðeins hvað væri framundan eða hvað gönguleiðin snerist. En ekki síður að útskýra, hvað ég að segja, svona erfiðleikastig. Hvort það væri einhverja hindranir á leiðinni eða hvort það væri eitthvað sérstakt til að hafa í huga með það. Og það er auðvitað misjafnlega ítarlegt hjá teimunum, hvað er farið djúpt í það. En leiðirnar eiga það eiginlega sammerkt að þær eru allar frekar aðgengilegar og þægilegar. Það segja að kannski helst yfir háveturinn þegar að snjórir yfir öllu og hálka sem að það getur orðið erfiðar og flóknar að fara þessar leiðir. En á sumrin þá myndi ég segja
myndi telja að leiðirnar væri færar öllum svona sem geta á annan borð gengið eitthvað. Og þessir áningarstaðir, það eru tækifæri líka að því ég var að segja að textinn, það er gott að textinn sé svona markviss, að þá má stundum hafa fleiri en einn áningarstað á sama stað sem fjallar kannski mismunandi þætti og við fórum kannski ekki mjög djúpt í þetta en ég býst við að einhverju sem að fylgjast með gæti hugsað sér að prófa sjálfur þó þeir hafa ekki farið á námskeið að þeir að hafa þetta í huga að það stundum skemmtilegra að hafa bara frekar fleiri en færri áningarstaði. Enda það sá sem gengur og fer síðan notandinn sem fer eftir gönguleiðinni, hann ræður því sjálfur hvað hann les mikið af efni og hvað hann skoðar mikið og veltir sér upp úr upplýsingunum. Og ég var búinn að segja frá því að leiðir þyrftu að tengjast menningararfinum og það skemmtilegt hvað fólk nálgast menningararfin með ólíkum hætti. Og fólki var til dæmis tíðrætt gömlu mjólkurbúðirnar og ekki svo langt síðan þær voru til staðar, þó að kynslóðir séu nú jafnvel komnir í mikla stjórnendastöður í samfélaginu sem hafa enga sérstaka minningar mjólkurbúðir. Og þá kannski komin þar menningararfur sem gaman að deila með öðrum og hugsanlega mjög ferskar í minni, jafnvel þeirra sem eru hér í salnum. En ég man ekki eftir neinni mjólkurbúð, ég verð að viðurkenna það. Ég missti alveg á því, það var bara heyrt sögur af þeim. Og með svona áningarstaði og með efnis til að miðla, þá það, ímyndunaraflið og kannski áhugamál hvers og eins sem ráða því. Það var líka áskorun að tengjast evrópskri menningu. Það að segja að það átti að tengja þetta á einhvern hátt við sögu Evrópu eða evrópskri menningu og það var misjafnlega auðvelt. En við erum svo sem gegnsýrð af evrópskri menningu hér, þannig að það er svo sem auðvelt líka að rökstyðja það að ansi margt tengist evrópsku menningu með beinum eða óbeinum hætti. Eins og til dæmis eitt heimið fjallaði listaverk í miðborginni. Langt flestir listamannanna eru menntaðir í Evrópu, í evrópskum listaháskólum. Þarna komið bara bein tenging og svo framvegis. En það verður gaman að heyra í teimunum á eftir hvernig þau segja frá sínu. Og það voru nokkrar hindranir af því að við vorum háveturinn að vasast í þessu og það var svolítið snjór og myrkur skammdegi sem truflaði en allir sigruðust á þessum hindrunum. Og ég vildi segja líka að það er virkilega spennandi að það sé hægt að miðla svona upplýsingum og leiðum með hjálp símanna. Það er virkilega spennandi. Það er hægt að miðla svo miklu magni upplýsinga. Þið þekkið það það er sífellt verið að reisa skilti hingað og þangað um landið. Þessi skilti ekki ókeypis. Þau kosta yfirleitt nokkur 100.000, það er að segja uppsetningin og framleiðslan á þeim og það. Og stafræna tæknin getur komið með allar upplýsingar sem á þessum skiltum og miklu meira en það. Þannig að ég hef mikla trú á þessari tækni og held að hún muni leiða í ljós áður ósíða möguleika. Og það er líka spennandi að þessi miðlun upplýsinga í gegnum þessa tækni, þá einfaldar hún það að eins og með mjólkurbúðirnar, að miðla hugsanlega einhverju sem sumum finnst hversdagslegt, skiljiði.
en getur reynst mikilvægt í framtíðinni. Af því að hversdagslega þekkingin, hún gleymist stundum í miðlum. Og þá sér maður að Jón og Gunna geta bara í sínum frístundum nýtt sér þessa stafrænu tækni til þess að fara til dæmis í göngutúra einhverja staði, bernskuslóðir og þess háttar og sagt sögur bara frá úr sínu reynsluheimi og kannski hversdagslegar sögur en miðla til sinna afkomenda hugsanlega fjölskyldu eða jafnvel, bara til hvers sem vill. Og ég vona að teymin muni nýta sér þetta og útbúa fleiri leiðir. Og þessi tækni getur hugsanlega orðið til þess að upplýsingar falla síður í gleymskunnar dá. Maður hefur til dæmis áhyggjur af því að örnefni víða á landinu séu að hverfa, eða það er að segja gleymast. Og það er jafnvel í þéttbýlinu eða hingað og þangað í landinu. Þegar að fólk þarf síður á örnefnum að halda til að vísa til vegar eða til þess að við hittumst við þennan klett eða þennan hól. Nú þarf það ekki lengur og menn eru jafnvel farnir að smala eftir GPS-hnetum í stað þess að smala eftir örnefnum eins og mann gerði áður. Þannig að það er mjög mikilvægt að fólk svolítið svona, nýti sér þessa tækni. Ég vona það og miðli þannig upplýsingum. Og þessar 5 leiðir sem eru komnar, eða 10 leiðir, af því að þetta er bæði á íslensku og ensku, þær eru allar komnar inn á Wikiloc og þið getið nálgast þær þar. Ég veit að það verður kynnt sérstaklega hvernig á að nálgast þær, en það er líka hægt að finna fjölmargar aðrar leiðir inn á Wikiloc. Ég held að það eru nokkur 1000 leiðir á Íslandi á Wikiloc nú þegar. Það eru ekki allar jafn góðar, stundum er þetta svona hálfgert bull og fólk bara að leika sér. Þannig að þið verið að skoða ef þið eru að leita eftir leiðum á Wikiloc, þá er gott að kíkja á leiðina áður en þið farið að elta. En það leynist ýmislegt. Svo eru til önnur öpp, svona leiðsöguöpp og það er eitt sem heitir WAP, Walking App. Það er, ég má til með að minnast á það, því ég á það. Og þar eru leiðir, það eru 400 leiðir á landinu. Það er bæði svona söguleiðir og svo fjallgöngur og allt þar á milli. Og þar er alls kyns fróðleikur og þar hefur mér tekist að hitta nokkra svona sem hafa verið komnir að háan aldur og fengið upplýsingar og síðan í millitíðinni veit ég að einhverjir eru fallnir frá og þannig að það er eitthvað hefur kannski tekist að bjarga einhverjum upplýsingum sem að því ég hef svolítið verið að leita eftir hversdagslegum upplýsingum, ekki síður en það sem er í sögubókunum nú þegar. Þannig að ég vona að þar sem maður að bjarga einhverju verðmætum með þessu. Ég hvet einhvern til þess að skoða vappið og ég vil bara segja það að ég held að framtíðin sé að miklu leyti stafræn. Þessi tækni er ekki bara aðgengileg gegnum tækin, þá heldur hún líka umhverfisvæn og það er ekki verið að raska umhverfinu með alls konar skiltum og framkvæmdum. Skiltin eru bara til inn í símanum og ekkert mál að nálgast upplýsingarnar. Þannig að þetta er líka, þetta er miklu ódýrara líka. Þannig að ég held að þetta sé framtíðin og ég vona að þið takið öll þátt í þessari þróun. Nú er komið að því að teymin kynni þessar leiðir sem voru gerðar og það er fyrst gönguleið í náttúrunni í Elliðaárdal. Svo er það sólstöðuganga í Viðey og þriðja leiðin það var menningarlegur og listrænn arfur í Hólavallagarði
Og fjórða leiðin, það söguleg og menningarleg arfleifð í Laugarnesi og á Kirkjusandi. Og svo það Reykjavík, sögulegar styttur. Þetta allt leiðir innan Reykjavíkur eða borgarmarkanna. Og þau fyrstu sem koma eru Birgir Jónsson og Dagrún Þórðardóttir með gönguleið í náttúrunni í Elliðaárdal. Já, ágætu áhorfendur. Það hérna þessi tækni að koma öllu fyrir í símanum. Það náttúrulega alveg ótrúlegt og ég heyrði Einar einmitt kynna varpið sitt í sjónvarpsþáttunum fyrir 2 eða 5 árum og þá var ég alveg sannfærður um að þetta væri sko algjörlega framtíðin. Og þessi sími bara orðinn ótrúlegt tæki, hann gerir allt. En við árum ætlum að kynna hérna gönguleiðum Elliðaárdalinn, það var hringferð þar og við búum þarna rétt hjá, svo það var handtækt og þægilegt bara að bara ganga út garðirnar og út í dal og við förum þar oft, já, yfirleitt í hverri viku. En við byrjuðum á því að fara, eða byrjuðum sko gönguhringinn niður við Elliðaársrafstöðina. Og af því að þá erum við að tala um að tengjast menning, á einhvern menningarhátt sko við Evrópu og þá eitt mjög undarlegt varðandi þessa stöðu. Þetta ofsalega falleg bygging, þetta hin fallegasta bygging í Reykjavík og það ekki eins og kirkja. En það veit enginn hvaða arkitekt teiknaði þessa byggingu. Og það búið að rembast við að finna það út og það finnst ekki. Og niðurstaðan sem menn hafa fundið út það að þetta voru aðalega rafmagnsverkfræðingar sem bjuggu þetta verk. Og þeir voru aðalega að spá í rafbúnaðinn og leysa einhverja lausnir þar og það talið að þeir hafa bara einfaldlega kópíerað einhverja teikningu af sams konar rafstöð eða vatnsaflsvirkjun í Noregi. Það eru margar þar sem eru með mjög svipaða teikningu. En þetta glæsilegt hús, eitt glæsilegasta húsið á landinu. Og ég hef nú sérstakann áhuga einmitt á svona virkjum að því var að vinna í marga áratugi á Orkustofnun, undirbúa alls konar virkjanir og mér finnst þessar vatnsaflsvirkjanir vera svo stórkostlegir alveg stórkostleg mannverki að þetta eru dálítið dýr í stofnkostnaði en þau borga sig upp á 25 árum og síðan bara ganga þær öldum saman. Og ef þeir eru algjörlega ónýttar og vera að rífa þær, þá er þetta byggja þær aftur á sama stað. Þannig að virkjunarstaðurinn, það er óendanlegur tími sem það að ræða 1000 ára. En til dæmis virkjunin við í Ljósafoss, hún er komin yfir áttrætt og hún er núna betri en ný. Og hún var endurnýjuð algjörlega fyrir 3 árum. Nei, fyrir 20 árum og hún var 18 mánuði að borga upp viðgerðina. Hún var endurnýjuð algjörlega og rafmagnið sem hún framleiddi á næstu 18 mánuðum borgaði algjörlega upp virkjunina. En þessi merkilega virkjun þarna í Elliðaárdalnum, hún var sett í gang 21, hefði átt að vera komin svona 15 árum fyrr. Það var miklar deilur innan Reykjavíkur því þetta átti að vera til ljósa, það átti að virkja til ljósa og það var yfirleitt þar hvort að ætti að byggja gasstöð eða virkjun. Og þeir sem vildu gasstöðina, þeir
þeir náðu einhvern veginn meirihluta í borgarstjórninni. Þeir hafa kannski þekkt einhverja sem voru með umboði, ég veit það ekki, en það er ekki ólíklegt. En því miður var byggð þarna gasstöð sem frestaði þessu öllu saman og hún var síðan ónýtt eftir örfá áratugi og náttúrulega en vatnsaflsvirkjunum, hún gekk þarna eins og ég segi alveg óhindraði nærri 100 ár. En það þarf náttúrulega viðhald og það sem bilaði var ekki mekanismin í stöðinu heldur var að það féll skriða undan þrýstivatnspípunni. Þannig þá brotnaði pípunum, það er ekki búið að gera við henni ennþá held ég. Nú en þetta var svo stór og merkileg framkvæmd að Kristján konungur X, hann vigði virkjunina og drottningin, hún fékk afhent af silfurgrip sem var líkan af stöðvarhúsinu. Geymt núna í höllinni í Amalíuborg. Kristján X var nú ekki vinsæll konungur hérna á Íslandi, en þetta er nú eitt af því góða sem hann gerði kannski að opna þessar stöðar. Svo veit hann laxa þarna í ánni líka. En virkjunin hún var síðan stækkuð og eftir örfá ár þá var hún komin upp í þrefaldur, komin upp í 3 megavött sem sagt. Og nú er gert ráð fyrir að þetta verði bara sennilega vélasalurinn þarna opnaði sem safn en það er hægt hverja sem er að setja upp nýtísku túrbínu neðanjarðar til hliðar við stöðuna og virkja þarna ákveðið afl ef menn vilja. En var ekki hérna á undan. En ekki segja hvers vegna við völdum, af hverju þú valdir þennan áfanga. Þetta er sem sagt upphafspunkturinn á leiðinni okkar og þetta tengist því sem er þetta fjallað menningararfinu, ekki satt? Jú, ég var búin að tengslin voru, það var stolið þarna tekningu og þetta úr Evrópu. Evrópsk tengsl líka. Og allar vélarnar voru framleiddar í Svíþjóð og Noregi, Þeir voru þarna fremstir í heiminum í þessari tækni. En leiðin byrjar sem sagt þarna upphafspunktur fyrir hring eins og þið sáu á kortinu áðan og síðan endar hún þarna líka. Ég veit ekki hvað við höfum ekki tíma. En ertu búin að fjalla um þetta? Þetta er Elliðaárdalurinn mjög merkilegur. Þetta er bæði jarðfræðilega og bara menningarlega og náttúrum þarna. Tengist náttúrunni og þarna var skógrækt, það var ekkert einasta tré á svæðinu en starfsfólk rafveitunar. Þannig að þau byrjaði að gróðursetja þarna í kringum 1950 og núna er skógur í öllum dalnum. Sá sem var íslenski verkfræðingurinn sem kom að hönnuninni þarna, það var Guðmundur Lífdal ásamt dönsku verkfræðingi. Guðmundur Lífdal var síðan póst- og símálastjóri og sá sem tók að sér verktökuna þarna í útboði, það var Jón Þorláksson sem síðan var bæði borgarstjóri og forsætisráðherra. Og sá sem lagði rafmagnið sem borgina, það var Steingrímur Jónsson sem síðan var ráðinn sem forstjóri Rafmagnsveitu Reykjavíkur, kallaður rafmagnsstjóri. Þannig þetta var allt svona eiginlega frumkvöðlar. Og já. Eigum ekki svo að því tími líður ekki að segja frá því hvernig gekk hjá okkur. Já, þetta var hávetur. Já, það var svolítið kalt. En það var stutt að fara hjá okkur. Já. Þannig að þetta var sem sagt bara við dyrnar. Þess vegna völdum þetta meðal annars. En maður þurfti að sæta færis þegar veðrið var gott, þetta var í febrúar. Og það var ekki alltaf veður til þess að taka myndir. Við höfðum ákveðna verkaskiptingu. Birgir sem sagt, hann er aðal textagerðarmaðurinn og ég tók að mér að halda á símanum og hnita og svo reyndum við að hjálpast að við myndatökuna. Ég tók myndinar það eru svona ákveðnir
punkta sem maður stoppar á, áfangi. Og við rákum okkur oft á það að maður var kannski komið 3, 4, 5 áfanga allt í einu á sama staðnum. Þá áttaði mig ekki á því að þegar ég sneri mig með símann þá var komið nýr áfangastaður og þetta var svolítið rugl. En við gengum þetta allavega 3 ef ekki 4 sinnum aftur. Jafnvel oftar. Jafnvel oftar, já. Og þetta hafðist nú að lokum. Síðan settum við færist þegar veðrið batnaði eða lagaðist, tókum fleiri myndir og Birgir á betri myndavél heldur en á símanum mínum og tók stundum betri myndir og við reyndum að tengja það við, ég veit ekki hvernig það tókst nú hjá okkur. En við höfðum fengið leiðbeiningar hjá Einari, hann reyndi að kenna okkur á tæknina. Og þetta hafðist á lokum allavega. Og ég held að við höfum kannski eftir að notfæra okkur þetta aftur seinna svona, labba kannski í sveitinni sinni og nýta örnefni þar í kring eða eitthvað slíkt. Já, og það leiðilegt að segja það sko, því að ég hef svo gaman að fletti svona upp í bókum, en ég held að síminn taki bara við alveg á bókum ferðafélagsins og því líkum. Já. Það verður bara þarna. En það eina sem náttúrulega hættulegt við það að það ef sími verður rafmagnslaus. Já, það gerðist líka hjá okkur einu sinni. Þá byrjuðum við upp á nýtt sko, tókum með okkur auka batteri. En að leiðin endar aftur þarna á þessum sama stað og þá hefðum við komið inn á, kannski glemt að minnast á gömlu þjóðleiðina inn í Reykjavík. Já, hún á seinni hluta 19. aldar og alveg fram til aldamótanna fram yfir, hún sko lá niður bara Rofabæinn, beint eftir Rofabæinn og hlaðið á Árbæjarsafninu þar sem afgreiðslan er. Og síðan niður fram fyrir neðan Ártúnsskólann, það er gönguleið þar niður og niður í svokallaða Reiðskarð, þar sem allir komið þarna af Suðurlandinu inn í bæinn og Já, sést sko hringurinn hérna. Hringurinn þarna, já. Og við gengum sem sagt inn í Árbæjarsafnið. Og auka hringur í Árbæjarsafnið og þarna niðri, já, hann lagur síðan bara áfram og niður fram hjá Rafstöðvarhúsinu og niður að Elliðaánum þá er að fara yfir á Vaði sem er rétt fyrir ofan toppstöðuna svokallaða sem er núna þarna. Er ekki tíminn búinn hjá okkur, vel það, en þetta var sem sagt skemmtilegt og okkur fannst bara gaman að gera þetta og í hugsvegum eftir að taka símann upp aftur og kveikja á þessu appi og gera eitthvað. Og þetta er örugglega framtíðin. Það sem ég vona að þið gerir. Og ég tók þennan taka hérna. Þá er komið að næstu leið sem er Sólstöðugangan. Því miður þá var Þór Jakobsson í sóttkví eftir að hafa verið í að syrgja tengdason sinn út í Bretlandi. En Einar ætlar að fara yfir þessa leið og ég held svona í framhaldi að því að tíminn er naumur að við skulum reyna að vera stutt. En Einar, þú ætlar að taka þetta. Já, það er Sólstöðugangan í Viðey. Hún var spennandi af því að Viðey er svo nálægt okkur en samt svo langt í burtu að þetta er alltaf, já, svolítið spennandi að fjalla Viðey. Þið sjáið að leiðin byrjar þarna á bryggjunni, þar sem að Viðeyjarferjan leggur af stað og það var talið mikilvægt að hafa upphafspunktinn þar svo fólk áttaði sig á því hvernig ætti, sérstaklega kannski útlendingar eða erlendir ferðamenn, áttaði sig á því hvernig væri hægt að komast út í eyjuna. Þannig að leiðin hefst þar og endar þar. Hún endaði reyndar heima hjá Þór af því hann gleymdi að slökkva á forritinu. En ég gat þurrkað það út þannig að þá endaði leiðin hérna við ferjuna. Og þessi leið þið sjáu þetta er svona hringur og einn af áningarstöðunum
Og þessi leið er byggð á Sólstöðugöngunni og Sólstöðugangan var haldin í 10. skipti núna í sumar. Það er alltaf farið á sumarsólstöðum. Og þarna er áningarstaður sem er nefndur sem dæmi. Þetta er áning út í ferskri vetrarnáttúrunni af því að það var auðvitað hávetur þegar það var verið að hnitsetja þessa leið. Þannig að þið sjáið myndina vinstra megin, þarna er verið að fá sér nesti í snjónum, en hægra megin er mynd frá því í Sólstöðugöngunni í sumar sem að Katla Gunnlaugsdóttir tók. Þarna sjáum við hvað hópurinn var heppinn með veður. Það voru, held ég, yfir 100 manns í göngunni, Sólstöðugöngunni í sumar, í rjóma blíðu og fólki lá ekkert á. Það var svo gott veðrið. Þannig að það er gott að núna þegar skammdegið er að koma yfir að hugsa til þess hvað það getur orðið þægilegur hiti og gott að vera úti á sumrin. En þarna er gjarnan farið með erindi eða ljóð í göngunni og það fylgir þarna texti, það er að segja að það er hægt að það er sérstök Facebook síða sem að fjalla er meira Sólstöðuhátíðina. Og eins og ég sagði þá var 10. Sólstöðugangan í Viðey núna í sumar, en þessar sólstöðugöngur hafa verið farnar allt frá 1985 á vegum þessa hóps sem stendur að göngunni í Viðey. Og tilgangurinn er að koma saman á þessu sérstaka degi á sólstöðum og gleðjast yfir lífinu og tilverunni og hitta aðra. Og eins og segir hérna í textanum, þá hefur gangan verið kölluð meðmælaganga með lífinu og menningunni. Og svo er mynd á það að Viðey, hún hefur tvöfalt gildi. Það er þessi náttúruperla sem ég nefndi og maður finnur það þegar maður kemur út í eyjuna. Hún er svona tiltölulega ósnortin miðað við höfuðborgarsvæðið og það er auðvelt að gleyma sér, finnast maður að vera ekki endilega í þéttbýlinu út í eyjunni. Og hins vegar er þetta frægur staður í sögu þjóðarinnar. Þarna er Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja og Viðeyjarstofa er fyrsta byggingin á Íslandi sem byggð var einvörðungu úr steini og er eina elsta bygging landsins. Og eins og þið þekkið þá var hún reist sem opinber bústaður Skúla Fógeta, Skúla Magnússonar. Og svo er þarna gamla skólahúsið sem er austast á eyjunni og sem var byggt 1928 þegar það var þarna þorp og útvegs eða útgerð og þar er oft sýningar, gjarnan ljósmyndasýningar og fleira í skólahúsum. En ég get bara sagt að reynslan af því að vinna með Þór og félögum var góð og þetta gekk bara nokkuð vel. Þannig að ég ætla ekki að hafa fleiri orð það. Takk fyrir. Það er kannski ástæða til þess að ef að Þór er sjálfur að horfa heima hjá sér og Jóhanna bara kveðja til þeirra og takk kærlega fyrir skemmtilega leið. En næst er Ingibjörg Rannveig Guðlaugsdóttir ætlar að segja okkur frá Hólavallakirkjugarði. Já, ég er ein í teymi og valdi sem sagt Hólavallakirkjugarð og þetta er því kannski ef þið þekkja mjög vel en þetta er mjög merkilegur staður. Hann var sem sagt fyrsta gröfin var tekin 1838 og þá var vökukona, ekki vökumaður og hann var sem sagt tilbúinn sumarið 1838 en þurfti að bíða nokkra mánuði því hver sem var gat ekki orðið vökumaður. Vökumaður er sá sem tekur á móti öllum sem eftir koma og það sagt að hann rotnar ekki sem sagt. Þetta er hann og hann hefur svona fylgist með allt gangið rétt fyrir sig í garðinu. En Guðrún Oddsdóttir var valinn og maðurinn hennar, Þórður Sveinbjarnarson, yfirdómari í Landsrétti, hann bauð hana fram sem vökukonu og hún var grafin þarna og fékk stærsta krossinn.
Ég valdi hins vegar að taka fyrir járnkrossa sem eru reistir á 19. öld og gekk á milli þeirra. Þetta er ekki löng leið og hún er tiltölulega greiðfær. Maður þarf kannski að fara einhverja stíga en maður getur eiginlega komist hjá því nema í gröfina hennar Guðrúnar, að krossanum hennar Guðrúnar, þá verður maður að fara inn á milli. Þannig að það er líka að fylgja bara breiðu stígunum. Og þetta var mjög skemmtilegt að því maður þurfti að kafa svolítið í þetta. Ég vildi líka vita hverju lágu undir þessum krossum, ekki bara sem sagt að hversu merkilegi krossarnir væru. Og þá þurfti svona að, veita heim þetta. En ég hafði einn góðan félag með mér og það var Björn T.H. listfræðingur. Hann skrifaði mjög merka bók að mér finnst og minningamörk í Hólavallagarði. Hann var að kenna upp í háskóla, stúdentum, og tók upp á því að fara með í garðinn og hélt svona kannski að þetta var ekkert fyrir þau, en svo kom að ég á haustið þá spurði hvenær förum við í garðinn. Og svo endaði með því að hann ákvað að skrifa bara bók um það sem hann hafði verið að kenna þeim og kafaði ennþá dýpra í þetta viðfangsefni. En garðurinn er samt 3 hektarar og þarna er 10.000 merktargrafir. Það er ekki grafir lengur en það er eigið frátekna gröf. Og þetta er annar garðurinn í Reykjavík, Víkurgarður var á undan og svo tók Hólavallagarður við. Og þá var gengið upp sem sagt eða út úr bænum upp Suðurgötuna. Stundum var líka kölluð Kirkjugarðsstræti eða Ástastígur vegna þess að ungt fólk og gjarnan í göngu þar á kvöldin. Og ég valdi mér eitt minnismerki eða minningamark og það var Steingrímur biskup Jónsson sem hafði aðsetur í Laugarnesi. Hann var biskup 1824, var áður prófastur í Rangárþingi og hann sem sagt bjó í biskupsstofunni í Laugarnesi sem var byggð eiginlega sérstaklega fyrir hann en var ekki vel byggð, var sagt, og fór fljótlega svona láta ásjá og það var sagt að dönsku byggingarmenninni sem voru að byggja hana þau fengið ómikið af bjór með voru að því. Þannig að það hefur ekki heppnast nógu vel, ekki eins og Viðeyjarstofan sem var byggð á svipuðum tíma. Og þetta var mjög merkumaður, hann var sem sagt, talið mikill fræðimaður og vísindamaður jafnvel og einn mesti ættfræðingur sem þá var uppi á Íslandi. Og það sem er kannski líka svolítið merkilegt við útföruna sem ég tek hann fram að árið áður en hann var sem sagt dó, þá var hann samdur orðu frá frönsku heiðursfylkingunni. Og þegar hann deyr þá vill svo vel til eiginlega að það er franskt herskip sem liggur út í höfninni. Og þegar hann deyr í Laugarnesinu heima hjá sér eftir húskvæðju, þá er bátur frá herskipinu sem kemur og sækir líkið, fánum brýtur og þau róa með hann til Reykjavíkur. Þetta var talin eins og mikil fenglegasta útför sem hafði þá verið í Reykjavík. Og táknið sjá við kannski aðeins hérna bæði hér og hér. Það er biskup Bakallinn sem er svona tákn virðingarstöðu hans í samfélaginu. Það eru þarna sem sagt Heiðu Sveigur sem er líka það, þegar virðingar sem hann naut. Og svo eru þarna rósir bæði á söklinum og á grindverkjunum, þetta er járngrindverk kringum hann, leiðið, sem að tákna svona hreinleika. Og síðast en ekki síst, þá er áberandi þarna, við sjáum svo bekk þarna á grindverkinu, Alexander bekkin, og það er táknað hans klassísku menntun. Hann sem þetta guðfræðingur frá Hafnarháskóla og táknaði það. En þegar ég fór nú að lesa mig til Steingrím, þá átti hann það konu sem ég fannst nú bara mjög merkileg og svo ég ætla að segja ykkur aðeins frá henni líka. Og hún er reyndar, sko baksíðuna á minningamerkinu hans, ég gleymdi nú að nefna að þessi járngerðu minningamörk, þau voru bara krossar, þau voru stiftir í sama mót og síðan gat maður sett skreytingar, svo kom nöfnin og dánadagur og fæðingardagur og ár og jafnvel starfi sem maðurinn hefði sinnt meðan hann lifði. En þetta minningamark er það merkilegt að það er samsett
og Björn T.H. segir að þetta getur verið aldarprýði í hvaða kirkjugarði sem í Norðurálfu. Þetta sé svo flott minningamark. Og tengingin við Evrópu er að í Evrópu ekki svo voru sem minningamerki og mörk úr járni, þau voru bragð í stríði. Og þetta er byssukúlur, fallbyssukúlur og annað. Þannig að það þykir mjög merkilegt að þetta skuli vera svona heilagt hérna. Og garðurinn þykir mjög einstakur vegna þessa líka. Ekki bara þarna sé stærsta og heiligasta minningamarka safn á Íslandi, heldur líka að þau sem eru í járni, að þau eru ennþá til staðar. Já, Valgerður, hún var gift 2 biskupum. Hún var gift Hannesi Finnssyni, biskup í Skálholti. Hún giftist honum, hún var 18 ára og hann 50 og verður ekki að 25 ára. Og þá Steingrímur skrifari hjá Hannesi og þau fætta haugið saman og svo kemur einn biskup á milli og svo verður hún aftur biskupsfrú með Steingrími. Og hún erfði mjög mikla eignir eftir Hannes. Hún erfði jarðir, Víðsfjarðarlandi, mest á Suður- og Vesturlandi og hún erfði enga hérna út í Kollafirði og hún erfði rekaítök þarna á þessu svæði hér og hún erfði það líka að standa í útgerð eins og í Grindavík. Þannig, en hún jók við þetta, eins og maður les hana, að þá hefur hún verið bara svona sem maður segir business kona. Tala viðskiptabréf og annað sem hún hefði svona bætt við arfinn og orðið ríkari. Og þetta náttúrulega erfði líka Steingrímur þegar hann giftist henni. Og þetta handritasafn og bókasafni hans, það þótti mjög merkilegt og mikið. Og þarna var Jón Sigurðsson skrifari á tímabreyði, hann var ungur maður, 19 ára gamall held ég hjá. Og það sagt að þetta hafa haft áhrif á hann þegar hann var að skrifa sínar greinar. Og minningamarki hérna aftan á minningamarki Steingríms, þar bæði heiðursvegurinn og stjarna. Og stjarna var talin vísa til orð Krists og ég lýsandi stjarna og þykir sem sagt. Já, virðingaverð skreyting. En Valgerður líka merkilega fyrir það að hún á nafn sitt á 2 minningamörkum. Minningamarki Steingríms og það líka minningamarki Hannesar sem í Skálholti. Já, ég sem sagt áskotnast að keypti mér þessa bók hans Björns T.H. fyrir áratugum held ég, eða bara frá þetta kom út örugglega. Og var mjög heillaður þessu og sótti með hans námskeið og endurmenntun Hólavallagarð. Og þegar að koma að velja leið, svo bæði þetta mjög nálægt þess að ég bý og ég vildi líka velja einhverja leið sem hann væri ekkert sko löng. Því ef þú átti ekki mjög gott með ganga, þá var kannski gott að fara í Hólavallagarð. Maður getur gengið hlutaleiðinni, Kvilsið, það eru bekkir þarna og haldið svo áfram. Ég sá hana svo, hún ekki svona 0,6 kilometrar eitthvað svoleiðis, þannig ekki langt en mjög gaman þegar maður freistast að lesa á önnur minningamörk líka, ekki bara þessi með jákrossunum. Þannig að erfiðleikar með Víkilokk voru náttúrulega margir og ég gekk þetta oft, taldi nú ekki. Það endaði með því að eina bara kom með mér. Af því ég áttaði mig ekki á því að þetta staðsetningi fyrir gervitól og það eru tré þarna og þá náttúrulega hurfu allt nýttin. Og svo var svo langt stutt á milli að ég var komið með nýttin kannski niður í bæ, Víkilokk bara hoppaði og reyndi alltaf að finna eitthvað nýtt, sko. Þegar hann sá ekki neitt, þá bara bjóða hann til einhvers staðar og þannig ég vissi hvernig komst ég niður á Sóleyjargötu, sko. Fríkirkjuveg. Þannig að Einar kom með mér og við gengum þetta saman og þá var þetta loksins að einhverju og svo gerðum við það vitlaust sem að stengur símanum í vasann og það má alls ekki og þá hverfur það verður bara allt í rugling og annað því líkt, sko. En það var virkilega gaman að gera þetta. Þegar maður finnur maður að tækna einhverju og svo fer maður heim og opnar tölvuna og byrjar að leita, sko, skoða
alla ámingastæðina, öll þessa krossa, hver hvíldi þarna og sem var mjög erfitt að finna eins og ég hef sagt. Og það með ein kona sem bara fann ekki, þannig að sonur minn fór í Íslendingabók og hafði það upp á henni þar. Þannig gátt hún séð hvað hann að búi, en manntölum voru mjög fín. Þú gátt komið þarna með 10 ára millibili, þú gátt svolítið séð hvað manneskjan hafi farið og hvað hann starfað og einn til dæmis Kristján Kaupmaður í Liverpool, að þá fór ég bara að lesa með hennu Liverpool og Einar Benediktsson og hann hafði stofnað dagskrá þarna, Blasi komu daglega og þá var hann í samstarfi við kollega sinna í Kaupmannahöfn og Ameríku og Englandi. Mér finnst þetta mjög merkilegt á þessum tíma. Menn gátu gefið bara blað og skipt svona. Þannig að maður lærði líka svolítið samtíma hjá þessu fólki. Þetta var ekki bara fólki sjálft. Já, þetta er líka greiðastar í borg. Þetta er yndislegt að vera þarna, að sitja þarna. Og líka jafnvel á veturna, þetta er ekki það. En þakka þér fyrir mig. Takk Ingibjörg. Hólavallakirkjugarður er rétt hjá mér en ég hef ekki oft farið þangað en þau skipti sem ég farið þangað það hefur liðið afskaplega vel í kringum öll þessi tré. Þetta er vin í Reykjavíkinni. Næsta leið er Laugarnes og Kirkjusandur. Og ekki bjóða ykkur að Elsa, Hörður og Ingibjörg. Ingibjörg tók átt 2 leiðum eins og þið hafið áttað ykkur á. En gjörðu þið svo vel. Já, komið sæl. Við völdum Laugarnes og það má alveg segja að það uppfylli þessar kriteríur eða þessi viðmið sem beðið er Það er eftir að tíunda þarna er einstök náttúra. Við gengum frá þarna horni Borgartungs og Kringlumýrarbrautar og Laugarnesveginn og hring þarna nesið. Nú þarna er já, þetta voru einhverju 12 punktar eitthvað. Þarna er sem Laugarnesið, það er náttúra. Það er að segja það að tengjumst því og með einstöku útsýni, út yfir eyjarnar og upp í fjöllin sem við horfum á hérna úr borginni. Nú þarna var jörðin Laugarnes og þarna var eins og Ingibjörg nefndi að þarna var biskupsstofa byggð og þar var Jón Sigurðsson í 3 ár ritari og talið eins og Ingibjörg sagði hann hefði mótað þar miklu leyti í bókasafni Steingríms skoðanir sínar og baráttu síðar meir. Nú þarna reis Holtsveikra-spítalinn sem að var stórmerkileg bygging og mikil saga í kringum það og þar var meðal annars til nútíma hjúkrun á Íslandi. Það færði fram hjúkrunargæðin mikið og fleira, þarna var lifrarbræðsla og fleira, en það sem punkturinn sem við kannski ætlum að stöðvast við, það er sjálfur Kirkjusandurinn og nú er svo komið að við þurfum að beita ímyndunaraflinu, innri augum mínum, ég er mikil undur sé, var ekki það sagt einhvers staðar. Og þarna var sem sagt Kirkjusandur sem var fjaran, þar sem að núna er gatan og allt upp fyrir götuna sem að fjaran náði og þarna voru frá náttúrunnar hendi grjóturð ofan við flæðarmálið. Einstaklega mikil og löng, verið fasta kílómetr, alveg frá Laugarnes þar sem að húsin eru í dag og að gatnamótunum og þarna stöldrum við kannski sem svona einn af punktunum og þegar að menn voru farnir að þurrka saltfisk hér fyrir
þar síðustu aldamót, þá voru þarna einhver albestu náttúrulegu skilyrði til þess. Og þeir eru að tala viðmiðin og annað, ekki eftir að tengja saltfiskinn við Evrópu, Spán, Suður-Evrópu, mjög mikið. Og það nefnilega þannig að það ákveðin kúnst að þurrka saltfisk. Það ekki bara að breiða hann í sól. Hann nefnilega heitur sólardagur eiginlega meiri óvinur heldur en regnið, fiskinn, af því að hann getur soðnað, sérstaklega blautfiskur. Og því mikilvægt að finna stað, og þess vegna það ekki tilviljun að stakkstæðin sem kölluð voru eða fiskireitirnir eru víða land við sjó. Og það að segja, þegar hafgólan kemur, þá kælir hún fiskinn. Og þarna voru þessi náttúruskilyrði sem í dag eru öll horfin. Þess vegna svolítið gaman að því að draga þetta fram. Þarna voru svo fiskverkunarhúsin fyrir ofan kampinn og þetta var svo stórt og mikið að það voru lagðir járnbrautarteinar fyrir vagna sem voru ýtt með höndum manna yfir endilangan reitina. Og þarna eru fiskverkunarhúsin til, einkanlega þurrfiskhúsin, þarna voru þessi stóru félög, Thorsteinsson og Íslandsfélagið og svo síðar Júpiter og Mars, voru þarna með sína verkun í áratugi og upp frá þessu, má segja, þessari náttúrugæðum sem þarna eru, þau draga að sér fiskverkunina og upp úr því verður Laugarneshverfið til. Sem sérstætt þorp og á sína merku sögu var sérstætt bara þorp í Reykjavík sjálfum sér. Nú þarna var Braggahverfi sem hertímanum og síðar var þarna fangelsi og ýmislegt fleira. Síðan var strætó þarna í hálfa öld í þessum fiskverkunarhúsum og hluta til herminjunum og það bara mjög skammt síðan að síðust sem voru reynd. Þetta ekki ágætt? Nei, þetta ekki ágætt. Hvað var að segja? Nefna að það var gríðarlega mikil fisk og stórfyrirtæki þarna og kjötvinnsla og allt þetta sem það var. Nefna líka að þú varst að vinna þarna bara 6 ára gammal. Ég var að vinna þarna bara unglingur. Og maður kannski segja frá því að einn dag þurfti hann að mæta í kjól í vinnuna sem vinna fiskinn, að það voru að koma útlendingar í heimsókn. Þá var ég 15 ára gömul og þá þurfti ég að mæta í kjól af því þá voru það að búa til fyrstu blokkirnar. Muni hvernig þeir eru og skornar og þetta átti að vera svo fín að við voru teknar þessar yngstu, settar benn að koma í kjól og vera bara svona á fínum skóm að sýna ég vann þarna hjá tveimur það var Thorsteinsson og Íslandsfélagið og Júpiter og Mars og svo var það Kirkjusandur líka og þetta var svona hlið seinna var þetta var bara sett upp og rosa flott. Og hún mátti nefna að hann byrjaði að fekk fyrsta launaseðil 6 ára. Já, það var reyndar ekki þarna nákvæmlega, en það var í fiskverkun. Það Ólafur. Já. Það var ég á hann, þannig að þetta framkvæmdist. Nú síðan akkurat þarna náttúrulega var í áratugi öflug fiskverkun og útgerð og það kannski, það eru margir svona fletir sem hægt að snerta. Þarna var hús sem var byggt sem þurrkhús fyrir saltfisk. Það að segja eftir að, þegar menn voru svona komnir á það stiga, það var farið að þurrka fisk í húsum, af því að það var náttúrulega, menn voru svo háðir náttúrunni að þurrka bara við sól og vind úti, og þá var hægt að þurrka sjálfur sig bara fram eftir vetur og annað. Og þarna var með eitt af þessum
snembæru fiskverkunarhúsum sem að voru sko ekki vélþurrkun, svo síðar varð, þetta það gamalt hús, heldur notaði það náttúrulögmálið, þá voru ristar neðan á söklinum og strompar margir á þakinu. Og svo var sko dróðað loftið og fiskurinn, hann var ekki breiddur, heldur var hann hengdur á slár. Var boltað saman battingar og þetta hús, og ég vann svo þarna hjá Strætó mjög lengi og fyrsta árið sem ég kom þá var einmitt kalsefni, Thorsteinsson, hann gerði út kalsefni og þarna voru gamlir fullorðnir menn að vinna við að splæsa víra og gera svona hluti, þetta var ákvæmlega heillandi. Sem betur fékk þetta hús að vera þarna og hann ákveðin saga á bak við það og við kannski tveir sem að komum að því að stuðla að því og koma því í kring að þetta hús sem með fyrstu sem sagt fiskhúsum til þess að þurrka saltfiska landinu, ekki það fyrsta en með þeim fyrstu, það ennþá til og veitingahús við Ægisgarð hérna niður við höfnina. Og takið eftir því, þegar ég sjáu það, að turnunum þeir eru látnir halda sér. En þetta ekki verið ágætt? Hvað gekk vel og hvað gekk illa? Já, við getum alveg komið það. Við fórum ansi margar ferðir og það var kuldinn sem gerði það að símarnir tóku ansi mikla rafhlöður og það var snjór og við fyrst gengum við bara yfir snjóinn og svo fórum við að hugsa, nei, nú þurfum við að hugsa að sá sem alltaf fari okkar fótspor, þá þurfum við að halda okkur við gangstéttir og svona og þannig að við fórum aðra ferðir og svo var eins og kom fram hérna hjá að tækni var ofta að trufla, mikið sól og snjór og erfitt að sjá á skjáinn. Við fórum kannski inn til að tekka, nei þetta var alls í lagi, að þá komum svona slóðir og þannig að það voru farið nokkuð ferðir. Þannig að þetta var bara gaman. Já, þetta var mjög gaman. Við lærðum svæðið ágætlega. Já. Þetta er afskaplega flott. Jæja, þá er það síðasta leiðin að þessu sinni. Birna, Elsa Ísfold og Þórunn, eru þið allar hér? Nei, það er bara... Gjörðu þið svo vel, sögulegu stifturnar. Þakka til að heyrum það. Já. Býtum við, já það fyrst að sýningu gönguleiðina, sko. Þetta er miðborgina. Við byrjum náttúrulega Ingvar Varnarsinni sem upphaf okkar hérna og endum svo Tómasi Guðmundssoni, en það eru 20 stiftur sem við stoppum við og náttúrulega mjög fróðlegt að fara þessa leið og fá allar þær upplýsingar sem við settum inn á í tengslum við hverja stiftu. Og það sem við vorum að hugsa var sko eins og ég segi, við byrjum hjá Ingólfi og endum hjá Tómasi Guðmundssoni Reykjavíkurskáldi, sko. Og svo stöldruðum við hjá Víkingnum sem hjá Listasafninu og Landnámskonunni sem við í Perlugarðinum. Og Perlugarðurinn, hann er hluti af þessari leið sem við völdum og það hluti af Hljómskálagarðinu sem á horninu á Bjarkagötu og Hringbraut. Og í þessum perlufesti heitir það, að þar eru eingöngu stiftur eftir konur. Og það af þessum 20 stiftum sem við stöldrum við, að þá eru 9 stiftur eftir konur og það eru 6 karlar sem gerðu 11 stiftur og Einar Jónsson, hann átti flesta stifturnar, hann átti 6 stiftur. Hann var náttúrulega
listamaðurinn í upphafi. En allt þetta listafólk sem að það náttúrulega tengist Evrópu, það lærði í Evrópu og sumir í Ameríku eða unnu í Evrópu, svo að það var auðvelt að tengja það. En eins og ég segi, sko, þá vildum við hafa þetta sko, uppaf byggðar hérna og svo söguna okkar, sko, það er þegar við fengum stjórnarskrána okkar frá Kristjáni 9. og Hannes Hafstein þarna fyrsti ráðherra sem eru fyrir fram að Stjórnarráðið og svo Jón Sigurðsson hjá Alþingishúsinu og Skúli Fógildi, upphafsmaður Reykjavíkur eða stofnandi innréttingana sem er talað að það sé upphaf Reykjavíkurborgar eða upphaf byggðar í Reykjavík og síðan höfum við líka þarna með Adonis sem er guð jarðargróðursins og öll erum við jarðtengd og tengjum okkur við jörðina. Og svo höfum við þarna tvö skáldin, það er Jónas Hallgrímsson sem er ekki einn af okkar þjóðskáldum. Og svo endur við náttúrulega hjá Tómasi Guðmundssyni. En og svo í Perlufestinni að þá er stytta af landnámskonunni. Við höfum Ingól, landnámsmanninn, og svo er stytta af landnámskonunni þarna í Perlufestinni og það er eftir hana Gunnfríði Jónsdóttir. Og síðan þetta tengist sögu okkar á einn eða annan hátt og svo höfum við þarna í Perlufestagarðinum að þá eru styttur eftir konur og það er ein sem heitir sonur og önnur sem heitir maður og kona og svo er piltur og stúlka eða Kata og Stebbi og það er myndir sem að við, það er listaverki sem að við erum þarna í miðjunni á. En síðan, og í miðri göngunni að þá fórum við náttúrulega á kaffihús, það er svo auðvelt að því að við erum þarna í miðbænum að þá er einfalt að stoppa á kaffihúsi þegar maður nennir ekki að ganga lengur og ætlar smá að hvíla sig og það gerðum við. En af hverju völdum við þessa leið, það var eiginlega, þetta byrjaði á menningararfsnámskeiðinu sem við tókum þátt í haust og þá áttum við að búa til koma með uppástunga einhverjum leiðum og þá datt mér í hug sko að því ég er leiðsögumaður og vinn við það og ég segi sko að það væri gaman að leiða fólk í svona sögulega göngu svo að fengi svona smá vegna þess að það er ofboðslega mikið að styrta mér Reykjavík og við náttúrulega byrjuðum að ganga og við fórum náttúrulega, það er ekki nema 20 hnít sem við getum sett niður og við vorum náttúrulega komin í 1 og 2 svo að við þurftum að afmarka það og þá ákváðum við að hafa þessar styttur sem að við tókum í þessa ferð eða í þennan hring sko og og þetta var rosalega skemmtilegt og við vorum 3 sem að vorum í hópnum, þekktumst ekki neitt og höfðum það ofsalega gaman, gerðum alltaf fullt af vitleysum í Wikiloc en við lærðum af því og svo þegar við vorum búnar að taka hnitin, ákveða hvað styttur við ætluðum að hafa, við þurftum að fara, ég veit ekki hvað oft, bæði snjó og slittu og sólskini og alls konar veðri og svo náttúrulega eins og þið hafið upplifað að þá voru símarnir rafmagnslausir að þið voru búin að taka svo mikið af myndum og svo að maður lærir á mistökunum að þetta er rosalega skemmtilegt og við erum meira sér búnar
ákveða næstu ferð sem við ætlum að gera í næsta verkefni. Já. Svo að já. Já, mér langar að bæta við að við, kannski stærstu mistökin okkar voru það þegar við vorum alveg fullt af styttum og svo deildum við þessu niður og skrifum, en við vorum ekki búin að ákveða hvað þetta átti að vera mikið. Þannig að þetta voru stórar uppgerðir hjá okkur öllum, hverja einustu styttu, en svo komum við saman og skárum niður allir verulega, en við höfum bara nokkra setningar. Þannig að það var gríðarleg vinna í skrif og að kafa djúpt, en svo svona, nei, þetta getur ekki. Þá þegar við vorum að skoða þetta, hvernig þetta kæmi út í tölvunni og við viklum, þá sáum við, nei, það gerði en það var svolítið svona eftir að hyggja, við hefum kannski verið... Það var mikill niðurskurður. Já, en skemmtileg samvinna og mikið hlegið og mikið... Og mikið kaffi drukkið. Já, mikið kaffi. Já. Það var óður snjóinn, það var svolítið, það var mjög kalt og að þurfa að vera með síman alltaf svona og við vorum að þurfa alltaf að fara úr, ég var komið með hanska sem pössuð og ná því þetta var svolítið, það var frekar kalt. Já, það var skítkalt bara. Takk fyrir. Ég heyra að þetta hefur verið voðalega gaman og ég er voðalega hrifinn af því að það skulle vera hægt að stoppa og fá sér kaffi á meðan maður lappar á milli. En nú ætlar Ingibjörg Rannveig Guðlaugsdóttir að ljúka þessu með því að spjalla við okkur niðurstöður og skoðanakönnun. Gjörðu svo vel, Ingibjörg. Já, bara áður en ég geri það, þá ég hérna þakki til allra hönnuðum. Það hefur orðið svona kalt og þurft að ganga svona. Þetta er bara mikil reynsla. Ég er alveg hjartanlega saman því hún var alveg þess virði að læra þetta og allavega ég fæði strax fann að hugsa næstu göngu, sko. Bara kæra þakkir þið sem eru hér og þið sem heima sitjið líka. Takk frá okkur. Svo í þessu verkefni þá er alltaf verið að gera kannanir. Það verið að gera kannanir með þeir sem leika þátt, með sérfræðingana, hvernig til textu, hvernig ég má halda áfram á allt svona. Og eins slík könnun var gerð með hönnuðuna í júní eftir að allir var búin að skila sínum leiðum. Þá fórum við að spyrja. Og þetta voru sömu spurningar hér, Alicante, Zagreb og Varsjá. Og við spurðum eitthvað, kunnuðu eitthvað áður? Og það er einn sem hafi notað svona sem eitthvað navigationi eða leiðsöga. Við spyrjum líka hvað lærðu þið á þessu námskeiði í fyrrahaust. Við höfum reynda gert könnun í desember en nú spyrjum við aftur. Og það var þetta að læra á upplýsingatæknina, samskiptaforritin og appin. Og hvernig maður kynni menningararfinn fyrir öðrum. Og þetta er leiðin til þess að kynna menningar, það er að fara svona, búið til svona leiði, skrifa það sem maður sér og stoppar og annað og segja svo öðrum. Og svo svona, getið þið notað Wikiloc? Já, sögðu allir. Og viljið þið halda áfram að hann er Wikiloc? Já. Og getið þið kennt öðrum? Þá sögðu allir já nema einn. Og sem sagt, hvort þið getur búið til alveg einn Wikiloc ferð. Það var svona ekki alveg allir sem treystu sér í það. Og lærðu eitthvað í þessu heimverkefni og það voru allir saman það hafi leitt til nýjar þekkingar og farni og hafni. Við stoppum mig þegar fljótt yfir. Og hvernig má halda áfram? Þetta var líka spurt og það tengist mikið fjölskyldunni og sögunni og mér langar að nefna það að Þór á sínum tíma hann bjó til svona eiginlega ferð barnabörn sem bjuggu í Englandi, hvað bjó amma, hvað bjó afi, hvað bjuggu forfeðurnir og gekk á milli húsa í Reykjavík. Og þetta verið svona, kom fram að búa eitthvað sem er fjölskyldu tengt. Og eins að kynna þetta fyrir gönguhópum í félagsmiðstöðvum Reykjavíkur, sem er svona, með þetta fólki að það getur það farið út þegar gott veður og búið til svona leiði. Tengi þetta meir við internetið, vídeó, hljóð og annað.
ég veit ekki, þetta líklega, eins og ég mér listi til seinna, þá þetta alveg hægt, en mér bara mikið kon svona langt þetta. Og svo þetta að þið þurfti að halda námskeið í Víkilokk og Hans kannski segir ykkur frá því að það þegar búið ákveðið það. Svo þetta bara, kærlega fyrir áðurna og spurningar. Einhverjar spurningar hér í sal? Það hafa engar spurningar komið sýnist mér í gegnum Zoom-vefinn. Birgir, hver svarið? Takk ég að þetta voru síðasta verkefni. Það var að vinna mikla upplýsingar. Það bara að skára niður. Til að hafa hérna á afhengnum, það ídæðanflutningar, það er tengingu. Þannig að það gætu lesið þetta sem testum sem voru með þessu. Má ég svara þessu? Aðeins. Vegna þetta við settum inn í lík þess að fólk gæti, ef það vildi fá frekari upplýsingar, að þá gat að farið bara á þennan link og fengið bara alltaf þjóðana. Já, spurningin, ef þið hafið ekki heyrt það sem heimasíðið, það var það hvort það væri ekki hægt að tengja í þennan niðurskurð á einhvern máta, það sem að langur texti var skorið niður og svarið var að þið stöllum með stytturnar að þið hefði einmitt gert að setja inn hlekki. Þannig að þetta er hægt. Nei, ekki, gangandi. Það er ein spurning hérna. Ég var að velta fyrir mér hvort að þegar nýja heimasíðan okkar fyrir lofti, hvort það er ekki hægt að tengja þar beint inn á þessar leiðir. Þannig að þær séu svolítið aðgengilegar fyrir alla félaga. Ég get að svara þessu. Þetta er í rauninni, þessar leiðir eru í skýrslunni og skýrslan fer inn á nýju vefsíðuna og það er náttúrulega hægt að hafa slóðirnar á vefsíðunni með einhverjum texta, þannig að það á að vera mjög auðvelt að gera og ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að við gerum það. Það er samkvæmt með Víkilokk. Ég var að skoða Víkilokk og það er alveg gríðarlegt magn af slóðum þar út allt. En það er ekkert bitastætt. Og ég var að hugsa, er ekki tími til að Ísland eigi bara svona slóðir. Vegna þess að mér finnst þetta svona, nú hef ég notað þetta. Ég ákvað að nota okkar stýttu verkefni, ég er eins og grunnskólakennari og ákvað að fara með nemendum mínar inn í verkefnina og svona sjá hvort þau getur fundið upplýsingar og getur vinna þetta en þá er okkar heimildir annað með og ég er ekki búin að, ég hugnast ekki eiginlega Víkilokk af því það er svo mikið að drasti. Og mér finnst lífið að sko stutt til þess að vera alltaf það allt er í lausni. Já. Já, það er mikið frekar að eina Fyrir ykkur sem sitjið heima þá er þetta spurningum að það er svo mikið drasl á Víkilokkinu. Hvernig getum við Hvernig er það að leysa það vegna þess að það er virkið með að fólki sem kom frá Danmörku og heimsækja ég veit að fara lögðusgönguna þau eru gaman að þessu en ef þú ert að leita eitthvað þá er bara svo mikið magn af það er bara einhverju hjóla eftir frí og svo er það bara komið. Og það er ekki það bitastætt fyrir. Mér skilst einmitt að þetta sé vandinn með Víkilokk. Þetta er ókeypis, þetta geta allir notað, það geta allir farið inn á þetta. Þannig að þetta er gífurlega mikið magn af slóðum. Þessar slóðir sem að tilheyra heimverkefninu, þær eru sameinaðar undir einu, það er hægt að fara inn á það svæði sérstaklega og þá eru þar bara þessar slóðir. Og sú slóð er inn í skýrslunni sem við hafið fengið. Þannig að það er örugglega, eins og þú segir af lapp, forritið sem að Einar á og rekur, að það er unnið á allt annan máta. Ég held að tíminn er á þrotum, klukkan að verða 6. Ein athugasemd hérna. Ein athugasemd.
og ég lesa hana bara. Já, gerðu það. Hún er frá Höskuldi Frímannssyni. Ég sé fyrir mér að stjórnendur Víkilokk muni einn daginn tengja allar leiðirnar inn á heildarkort. Þá getur maður bara opnað kortið og skoðað gönguleiðirnar sem eru á svæðinu sem maður ætlar að heimsækja. Það hljómar sem ein lausn á þessum vanda að það er allt of mikið. En mér langar... Ég hef með Víkilokk í símanum og það eru 18 milljón leiðir innan og það er ekki mjög margar leiðir í Reykjavík, en það eru náttúrulega eins og segir þetta gull. Og þessar leiðir sem þið voruð að gera, fara hérna þessar 5 leiðir, ég sé það ekki hérna í Vík. Nei, ég sé það ekki heldur. Ég var ekki að spyrja. Já, gjörðu svo vel. En hvernig ætlaði að sýna okkur kannski hvernig við komum inn á það? Já, ef þið skoðið skýrsluna, að þá eru þar krækjur eða slóðir sem að þið getið opnað, bara beint úr skýrslunni. En svo er það Víkilokk, ég þekki þetta í rauninni ekki sjálfur því ég hef ekki notað það sjálfur, en það er app í er það ekki Play Store eða hvað þetta heitir á... Já. Og það er að þegar ég fór í gætaða göngum hjá Ísbjörg og ég fór að það gæti. Það var 100 á manns. Já, það var mjög flott. Já, en þetta heimsvæði, að það er í skýrslunni er krækja eða slóð á það svæði. Og ég veit ekki hvað veldur því að það kom ekki upp, það var athugasemd utan úr salnum fyrir ykkur sem eruð heima við, að það væri 18 milljónir leiða á Víkilokk og við komandi fann ekki okkar leiðir. En leiðin til þess að finna okkar leiðir held ég að sé þessi slóð sem er í skýrslunni. Og ég reikna með að við komum til með að setja hana inn á vefsíðu U3A og hún verður líka inn á vefsíðu verkefnisins. Ég held að við verðum að hætta þessu núna. Já, Ingibjörg. Nei, þetta var komið. Var meira? Nei, ekki Nei. meira. Ekki fleiri spurningar og tíminn á þrotum. Ég ætla bara að segja ykkur af því að við ætlum að bjóða upp á námskeið. Hann Einar ætlar að halda námskeið í hönnun og gerð leiða í 3 daga núna í nóvember. Og fyrsta tækifæri verður 8. Þetta er á 5. degi klukkan... Október? Sagði ég ekki október? Nei, það sagði nóvember. Október, 8. október, næstu viku, fyrirgefið því. 8. október í næstu viku verður það fyrsta og svo með viku millibili á 5. dögum klukkan 4. Og það verður hámark þáttöku 20 manns og fylgist þið bara með póstunum sem að koma við. Ég reikna með við auglýsum þetta bara núna í lok þessara viku og ég hvet ykkur öll sem hafið áhuga á þessu að nýta ykkur þekkingu Einars. Hann er búinn að vera okkur ómetanlegur í þessu starfi öllu saman. Næsti þriðjudagsviðburður hins vegar verður ekki síður áhugaverður að þar ætlar Gísli Pálsson, mannfræðingur, að tala við okkur mannöldina. Hann er nýbúinn að gefa út bók á ensku framtíð mannkyns og mannöldina og umhverfismál og annað. Og hann ætlar að vera hér á þriðjudaginn kemur og við sendum þessa auglýsingu út í lok vikuna líka. Þetta er það sem er næsta döfinni. Og aðeins og mæltu held ég að ég bara þakka ykkur öllum fyrir hönd U3A, fyrir að vera hér, fyrir að þola það að hafa grímur og geta ekki knúsast og svona. En bara takk fyrir komuna. Og takk kærlega til ykkar sem að heima sitjið og hafið vonandi notið þess að horfa og hlusta. Takk.